Komið sælar og blessaðar kæru meyjur. Þá er komið að lestrinum ykkar, spilin komin á borðið og þetta er bara orka sem er í gangi svona cirka næstu daga. Og við dembum okkur bara í þetta. Það er verið að tala hérna um egóið og hvernig egóið stjórnar með ótta. Kæra meyja, ekki taka ákvarðanir byggðar á ótta. Taktu ákvarðanir byggðar á vissu hjarta þíns. Þess að það er eitthvað sem er búið að vera í gangi hjá þér, þar sem að óttin hefur fengið að ráða og það er ótti sem að veldur því að þú vilt hafa stjórn á hlutunum. Þú ert hrædd við að sleppa stjórninni. Hvað er það hræðilegasta sem getur gerst ef þú sleppir stjórninni, kæra meyja? Meyjur eiga það til að vera með fullkomnar áráttu á mismunandi stigum og þær eru mjög gagnrýnar á sjálfa sig og líka gagnrýnar á aðra. Þannig að það eiga það til að vilja bara stýra hlutunum til þess að ekkert fari úrskeiðis, til að allt sé fullkomið. Það dugar ekki hér. Hér þarftu bara að sleppa tökunum, viðurkenna bara að þú getur ekki ráðið við allt eða yfir öllu. Þú ert gömul sál, stendur hér og þarft að víkka út eða eflast eða stækka út fyrir þessa einhæfu sýn 3D sýndarveruleikans. Það er búið mikið tala núna að mannkynið allt sé að eflast og stækka yfir í einhverja aðra vídd eða aðran svona fara úr 3D yfir í 5D. Ég ætla ekki að tjá mig neitt sérstaklega um það, en allavega ert þú, kæra meyja, að eflast og styrkjast og víkka út, skulum við segja. Þú hefur verið að fá skilaboð þess efnis og það er verið að benda þér á að nýta alla hæfileikana þína. Það er verið að benda þér á að þú býrð yfir skynjunum og jafnvel miðilshæfileikum sem þú hefur ekki verið að nýta hingað til og það er verið að minna þig á að þeir eru til staðar og það er þínu valdi hvað þú gerir við þá. Eftir að þessi breyting, þessi útvíkkun hefur orðið, þá muntu ekki finna fyrir þessum ótta jafn mikið og þessari stjórnunar þörf. Skilaboð frá almættinu, skilaboð frá alheiminum, skilaboð frá Guði, hvað þú vilt kalla það. Vertu opin, kæra meyja, fyrir öllum skilaboðum sem koma til þín í gegnum skilningarvitin þín og líka 7. skilningarvitið. Stundum tjáir almætti sig í gegnum annað fólk og sendir okkur þannig skilaboð. Stundum tjáir almætti sig í gegnum draumana okkar. Stundum bara í gegnum okkar daglegu skynjanir á gangi í náttúrunni til dæmis eða í gegnum tónlist. Ég þekki það til dæmis mjög vel að fá skynjanir í gegnum tónlist. Vertu bara opin, kæra meyja, og vakandi fyrir
öllu slíku og sérstaklega þar sem að skynjunin er að víkka út og eflast. Ok, og síðan er hérna síðasta spilið sem heitir bara peningar. Finndu leið til ofgnóttar eða til ekki ofgnóttar heldur hvað segir maður? Abundance. Þar sem að er nóg af öllu. Finndu leið til að fá nóg af öllu. Alveg stólið úr mér þetta orð abundance. Ég veit að þið vitið þetta. Allsnægtir, takk. Allsnægtir, þarna kom það. Finndu leið að allsnægtum eða til allsnægta. Ok, ef til vill eru þessi skilaboð sem við erum að benda þér á hérna. Að segja þér hvernig þú getur aukið fjárhaginn, bætt fjárhaginn, ef að þú ert með fjárhagságjöf til dæmis. Það er margt í þessu spili hérna. Ég er að allt í einu fóru augun eitthvað á flug hérna. Hér stendur par í svona hálfum faðmlögum. Hér höfum við tónlistina sem ég var að tala um áðan. Uglan, fugl viskunnar er hérna. Fiðrildin sem tákna umbreytingu. Fegurð, The Lone Wolf. Þú þarft ef til vill að sækja í einveru. Einhvern part af skynjunum þínum færðu í einverunni. Og svo er bara, sýnist mér, höfuðstöðin þín hérna. Eins og lukt. Og risastór kastali hér. Þetta er algjör svona ævintýra spil og margt hérna í gangi. Norðurljós yfir skógi og vatni. Ok, það eru greinilega ýmsar leiðir sem þú getur farið til að bæta fjárhaginn þinn eða til að fá peningaflæði til þín. Það er bara þitt að finna út hvernig þú ferð að því. Já, kæru meyjur, síðasta spilið ykkar. Já, tengjast náttúrunni, vera utan dyra, eða tíma á hverjum degi utan dyra. Þarf ekki að vera langur tími, getur verið smástund á hverjum degi, ganga, hjóla, hlaupa, jafnvel keyra út í náttúruna og setjast smástund. Náttúran endurnýjar þig, færir þér inspirasjón, sem sagt innblástur. Og það er kannski komið tími fyrir þig, kæra meyja, til að jarðtengja þig svolítið betur. Náttúrun er að vakna til lífsins þessa dagana, hér á Íslandi allavega. Og þetta eru bara mjög falleg skilaboð til þín, kæra meyja. Merkið ykkar, meyjur, er líka merki sem er tengt náttúrunni og uppskeru náttúrunnar. Ok, kæra meyja, það verður gaman að sjá hvað þessi útvíkkun færir þér. Og hlustaðu á skilaboðin sem að koma til þín, því þau koma til þín frá almættinu. Ég vona að þið hafið fundið sannleikskorn í þessum lestri eða allavega haft gaman á honum. Ég óska ykkur allsins besta, ljós og kærleikur.